Nú ætlum við í annan hlutan af 5. kaflanum úr bókinni Lífheimurinn, en þessi kafli fjallar plöntur. Þegar að blóm þurfa að frjóvga eggin sín, þá þurfa þau frjókorn sem koma þá af öðru blómi sem sömu tegundar en af allt annarri plöntu. Frjókornin, það eru margir með ofnæmi fyrir frjókornum, en flest þeirra eru svo lítil að við sjáum þau ekki. Það eru þó til frjókorn, eins og til dæmis asparfrjókorn, sem við sjáum stundum á hlýjum sumardögum sem nánast eins og snjókorn á götunni. En það er enginn með ofnæmi fyrir þeim, þau eru alltaf stór til þess að komast eitthvað upp í nefið okkur. Það myndi öllum klæja að fá þau upp í nefið. En það eru þessi pínu litlu sem við sjáum ekki, sem fólk hefur ofnæmi fyrir. En það eru 2 leiðir fyrir frjókorn til þess að dreifast á milli blóma aðalega, og það er annars vegar með vindi og hins vegar með skordýrum. Skulum skoða þetta aðeins. Skordýr fara á milli blóma, og blóm sem að treysta á skordýrsfræmun eru stór og með falleg lituð blóm til þess að laða skordýrin að. Hérna ofan í mynda þau síðan smá svona sykurlög sem að skordýrin fá að drekka af sem verðlaun fyrir að koma og taka frjókornin, sjáðu. Flugan treður sér hérna ofan í, við það falla frjókorn á bakið á henni. Hún flýgur svo yfir á næsta blóm til þess að fá sér líka þar, og þar er, sjáðu, þar er ekki freflarnir tilbúnir að henda frjókornum á fluguna, heldur er frævan tilbúin. Og þá, þetta gerist náttúrulega, það verða eftir frjókorn þar sem frævan er ekki tilbúin og öfugt, en þetta dugar samt. Og þegar að frjókornið hefur lent hérna á, þá vex pípa hérna onni, þangað niður í eggið, og þar sameinast kjarnarnir og mynda síðan aldin. Eða mynda fræs, og stundum myndast aldin utan það. Vindfræfun er allt öðruvísi. Blóm sem treysta á vindfræfun þurfa ekkert að auglýsa sig með stórum blöðum. Þess vegna eru blóm til dæmis grasa og annarra tegunda, margra trjáa, þau eru ekkert stór, af því að þau treysta ekki á skordýr, þurfa ekki að auglýsa sig. Þannig að blómin er ekkert stærri en þau þurfa að vera. En frjókornin eru með einhverjum svona hárum á til þess að, og frævan er þetta hérna, þetta eru fræflarnir hérna, þetta er frævan, þið sjá það er ekkert utanum þetta. Frævan er með svona griphárum til þess að grípa frjókornin, svo vex pípa hérna inn í það sem að eggbúið er. Stundum myndast aldin utanum fræið, en það er önnur ástæða, ég fer yfir það örlítið lengra. Eftir að það er búið að frjóvga eggið, þá er engin þörf á blóminu lengur, þess vegna falla krónublöðin fljótlega á eftir, það er engin þörf á þessu lengur. Stundum berast frjókorn á milli blóma og yfirleitt, en stundum er þetta á sömu plöntunni, þá kallast það sjálffræfun, ef þetta er á milli plantna, kallast það aðfræfun. Það skiptir gríðarlega miklu máli fyrir plöntur að dreifa fræjunum sínum, og þá komum við að því af hverju þær eru að búa til aldin. Jú, það er til þess að fá til dæmis fugla eða önnur dýr til þess að borða þau. Það voru aldin kjötið, það sem við erum að borða, það er verðlaunin, en svo fer fræið hérna í gegnum meltingaveginn, og það er nógu vel gert til þess að það skemmist ekki við það að fara í gegnum meltingaveginn. Í vindi þá þurfa þetta að vera með eitthvað svona svifbúnað. Það getur verið alls konar. Síðan eru enn önnur sem að festast í feldi dýranna sjáðu. Og svo nokkur sem að fljóta í vatni, svo til dæmis kókosnötur. En sumarplöntur dreifa fræjum sínum ekki neitt, annað en að skjóta þeim bara kannski pínut í loftið eins og lúpínan gerir. En ástæðan fyrir því að þau reyna að dreifa fræjum sínum er að reyna að fjölga sér sem víðast. Því að ef að plantan vex bara á einum stað og svo lendir sá staður í grjótskriðu eða einhverjum breytingum, þá bara deyr plantan út ef hún var öll á sama staðnum. En það skiptir þar máli bæði sem einstakling og sem tegund að dreifa sér sem víðast. Því að þegar upp er staðið þá snýst þetta alltaf fyrir hvern einstakling hverjar tegundar, og skiptir engu máli hvort við erum að tala um dýr eða plöntu, að koma sínu erfðaefni út sem víðast. Það er tilgangur lífsins.
Þegar plöntur mynda fræ þá er það kynæxlun, þegar kynlitningar frá tveimur einstaklingum renna saman og mynda nýja. Þá verður blöndun á einkennum sem að gerir tegundina fjölbreytilegri. Kynlaus æxlun, þegar það vex upp nýr einstaklingur beint upp á öðrum einstaklingi sem er þá nákvæmlega eins, að þá myndast ekki þessi fjölbreytileiki, en það er ágætt fyrir sumar tegundir að geta gert í raun bæði. Hér sjáum við svona strengi, þetta er kallaða renglur, sem að vaksa með jörðinni eða onni jörðinni og svo getur skotið upp nýju blómi og svo visnar renglan yfirleitt upp. Það myndast bara nýtt blóm. Þegar fræ fer að spíra, þá, ég ætla að sýna ykkur það. Í fræinu er það sem kallað er fræhvíta, sem er forðanæring fyrir blómið. Hún er notuð í að mynda fyrst smá rót sem fer að draga upp vatn og leið hún kemur upp úr og þetta verður grænt. Fyrstu 2 blöðin sem myndast þetta kímblöð. Og þá getur hún farið að ljóstillífa og senda orku og sykur hérna niður og þá erum við komið með plöntu sem að fer bara að vaksa. En fyrst vex hún upp af fræhvítun sem er í fræinu sjálf. Sum fræ fara ekkert að spíra fyrir en þau hafa lent í því til dæmis að fara í gegnum meltingarveg dýra eða í skógareldi lent í miklum hita, því að ef þau spíra til dæmis ef þau eru ekki orðið skógareldur þá er bara á hreinu að planta lendir undir í samkeppninni. Sumar plöntur bíða bara eftir að koma skógareldur, hreinsi sviðið og þá er autt pláss og þá fara þær að vaksa upp. Það er ekki þannig að plönturnar ákveði sjálfur að vera svona, heldur þau fræ sem að einhverja hluta vegna urðu svona lifa frekar af heldur en þau sem eru ekki svona. Þannig virkar þróunin svolítið. Allt sem við borðum kemur á einn eða annan hátt frá plöntum. Við borðum ansi margt sem að eru bara hreinlega plöntur eða afurðir plantna, en allt kjöt sem við borðum, hvort sem það er kjúklingur, lambakjöt eða annað, er yfirleitt af plöntuætum. Fiskurinn líka, allar fæðukeðjur í sjónum byrja á plöntum eða þörungum reyndar, sem eru frumbjarga eins og plöntunar. Við notum ýmislegt til dæmis, þetta er bómull hérna, sem við notum mikið í föt, plöntur eru notaðar til þess að búa til lyf, pappír, ýmislegt fleira. Plöntur nota mismunandi aðferðir til þess að lifa veturinn, flestar stærri plöntur fella laufblöðin, minni plöntur þær kona nú bara niður og deyja, eða það er að segja það sem er upp úr jörðinni deyr, rótin lifir eða þá vex upp ný, sumar lifa bara í 1 ár, eru einærar sem kallaðir. En barrtrén fella ekki nálarnar. Nálarnar er í raun ummynduð laufblöð sem að er orðin með litlu yfirborði og vaxkennd, þannig að það verður lítið vökvatap. Ástæðan fyrir því að lauftré fella laufin er það svo erfitt að halda laufunum, það er svo kalt og það verður svo mikið vökvatap að það er betra fyrir plöntuna að láta þau fara, þó þau þurfa að láta ný vaxa árið eftir. En þá er þessu lokið.